Bjarna Sigurðsson, formann Píludeildar Þórs, hann ekki bara formaður Píludeildar, lungi spilari, og sonurinn Bjarni, Atli Már, þið eru nýkomnir frá hvaðan, Þýskalandi, þar sem voru að taka þátt í einhverju stóru móti, segum við frá því. Já, við tókum þátt í Q-School út í Þýskalandi sem svona stærsta móti til að reyna að komast inn á þetta professional mótin sko, og við með því að taka þátt þarna þá öðlustu við keppnisrétt á að keppi í Challenge Tour mótunum og öllum Baltic Nordic mótunum. Má þá segja að ferðin út hún hafi skilað tilætluðum árangri hjá ykkur feðgum? Já, hún skilaði tilætluðum árangri og við stefnum hærra á næsta ári. Þið voru ekki einu Íslendingarnir sem fór út, mér skilst að það hafi verið 2 aðrir? Já, það var Matthías Friðriksson úr Grindavík og Vítor Tjarúa úr Pílufélagi Reykjavíkur. Fyrir þá sem ekki vita, það var náttúrulega að koma að Matti náttúrulega fyrir Þórsari, spilaði fótbolta og Þór og skoraði fyrsta markið og endurviðum Þórselli gegn Káa árið 2009. Já, nákvæmlega, og hann ætlar sér stóra hluti í bílunni. Þetta er flottur íþróttamaður. Já, mjög flottur íþróttamaður. Sem Bjarni, þið eru fyrir nokkur vikum fluttu inn í þetta nýja húsnæði, bætt húsnæði í Laugagötunni, íþróttahúsi Laugagötu. Hvaða þýðingu hefur þetta haft fyrir ykkur að flytja hingað inn? Bara gríðarlega mikla, það gríðarlega aukning, við erum að fá gamla spilara aftur og margir nýjir komnir, hópar, við höfum ekki undan að taka á móti hópum núna, það allar helgar eiginlega uppbókaðar núna næstunni. Þannig að það er mikið að vera, við erum að taka móti, við verum með stigamót í Íslenska Pílukarssambandsins næstu helgi. Þá koma mjög margir að sunnan til að reyna að vinna okkur fyrir norðan og þetta er bara mjög bjart framöndan. En aðstæðan hún er rosalega flott, þetta er orðið gríðarleg breyting frá því sem var í gömlu stúkunni. Já, þetta er besta aðstæðan á landinu í dag, ég get fullyrt það. Og þannig að það verður líf og fjör næstu helgi og svo væntanlega eitthvað fram á vorið, einhver stigamót og svona innanfélagsmót? Já, dagskráin er að fara inn núna á eftir bara, þannig að þá getur fólk farið inn á Facebook síðan okkar og sé dagskrána og svo erum við að fara að funda með valgreina nefnd skólana og erum að vonast til þess að pílan verði valgrein fyrir 9. og 10. bekk á næsta ári sem er mjög spennandi. Það er rosalega flott og bara hluti sem gæti verið hluti af svona uppbyggingarstarfi að fá svona fleiri krakka í annað heldur en þessa hefðbundnu boltaíþróttir. Já, alveg klárt og það er mjög mikilvægt að þau byrji ung í pílunni, það skiptir máli. Segðu mér, eru þið þá þokkalega undir það búin með þjálfun og annað að taka á móti svona krökkum? Hvernig stendur menntunarstig? Er einhver sérstök menntunarstig í pílu? Við erum að vinna því fullu að klára það að þjálfurarmenntun, þannig að við verðum með það klárt. Og þið eru náttúrulega bara eins og íþróttafélagið Þór í heiltíð fyrirmynda félag ISÍ? Já, nákvæmlega og pílan er að breytast mikið á þessum tímum. Það er svona, þetta er ekki svona eins og fólk hefur margir hafa svona stimplað þetta er bara bjór og fyllir og börum, það er ekki þannig hérna. Nei, þetta er að taka allt annan ból núna og þetta er orðin bara íþróttamenn í dag sko. Og maður sér það bara, þeir sem eru bestir í dag þeir verða ekkert eftir 3-4 ár, þeir verða farnir. Það er ný kynslóð að taka við. Það er ný kynslóð að taka við. Og það er náttúrulega, nú eru þið feðgar, þú og Atli, þið hafi verið svolítið áberandi þetta að veri, er einhver framöndan, einhver stóru landsliðsverkefni hjá ykkur kannski? Já, við erum í úrtakshópnum sem eru skorið niður 10. febrúar og svo erum við bara að fara að keppa í PTC Nordic mótunum. Það er Finnland í lok febrúar og Danmörk í júní og júlí og það er bara prógram framöndan. Nóg að gera. Já, nóg að gera. Gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.